Verðlagsstofa skiptaverðs segir í yfirlýsingunni að upplýsingarnar hafi verið í Excel-skjali en engin sérstök skýrsla hafi verið skrifuð eða efnislegt mat lagt á upplýsingarnar. Daginn áður, þriðjudaginn 11. ágúst klukkan 9, birti Samherji heimildaþátt á YouTube upphaf Seðlabankamálsins og vinnubrögð RÚV í þætti Kastljós 27. mars 2012. Megin fullyrðingin úr þætti Samherja var að skýrsla Verðlagsstofu skiptaverðs sem var aðal heimild Kastljós í þættinum hefði aldrei verið samin. Það var svona engin ávinningu fyrir Samherja að ýfa upp þetta mál en miðað við þær upplýsingar sem að lágu fyrir í höndum Samherja sem að eru þó upptökur af fréttamanninum sem að var lykillinn í Kastljósi að þá töldum við að þessi þáttur ætti erindi til almennings til þess að sýna fram á vinnubrögð sem að geta ekki talist eðlileg og það væri í raun nauðsynlegt að almenningur áttaði sig á því að hvernig vinnubrögðin fóru fram. Í yfirlýsingunni félaginu borið á brýn að byggja á tilhæfulausum ásökunum, rætt að stórfyrirtæki leggi í persónulega herferð gegn blaðamanni með áratuga reynslu í þeim eina tilgangi að skaða mannorð fréttamanns og að sé að ræða kerfisbundna atlögu gegn fréttamiðlum. Var Ríkisútvarpið að saka aðra ríkisstofnun, Verðlagsstofu skiptaverðs, að fara vísvitandi með ósannindi. Helgi Seljan gaf einnig út yfirlýsingum. Birtist hún á Facebook síðu Þóru Arnórsdóttur 20 mínútum á eftir yfirlýsingu RÚV. Þar var því haldið fram að skýrsla Verðlagsstofu skiptaverðs hefði sannarlega verið til og verið undirrituð af þáverandi forstjóra stofnunarinnar. Í yfirlýsingunni segir, umrædd skýrsla sem var 3 blaðsíður og undirrituð af þáverandi forstjóra Verðlagsstofu skiptaverðs var sannarlega borin undir Seðlabankann sem óskaði eftir og fékk afrit af henni. Fréttamaður Ríkisútvarpsins tók afstöðu til málsins sama dag. Fréttamaðurinn deildi yfirlýsingu RÚV með þessari athugasemd. Engu við þetta að bæta, ömurlegt, fullkomlega yfirgengilegt, en því miður ekkert endilega óviðbúið. Í siðareglum RÚV segir, starfsfólk sem sinnir umfjöllun fréttir, fréttatengda efni og dagskrárgerð tekur ekki opinberlega afstöðu í umræðu pólitísk málefni eða umdeild mál í þjóðfélagsumræðunni, þar á meðal á samfélagsmiðlum. Útvarpsstjóri og fréttastjóri RÚV vísa ásökunum Samherja alfarið á bug í sameiginlegri yfirlýsingu. Já, eins og kemur fram í yfirlýsingu sem við sendum frá okkur fyrir í dag, þá höfnum við þeim ásökunum sem þarna koma fram. Miðvikudaginn 12. ágúst sendi lögmaður Samherja bréf til Ríkisútvarpsins þar sem óskað var eftir að skýrslan yrði afhent. Þennan sama dag sendi Verðlagsstofa frá sér yfirlýsingu. Í yfirlýsingunni segir orðrétt: Ekki var skrifuð sérstök skýrsla af hálfu Verðlagsstofu af þessu tilefni og ekki lagt efnislegt mat á þær upplýsingar sem þarna voru dregnar saman og sendar úrskurðarnefnd. Skýrsla innifélur venjulega í sér í samkvæmt hefðbundnum skilningi annars vegar upplýsingar staðreyndir, til dæmis tölulegar upplýsingar og hins vegar mat þess sem að semur skýrsluna hvað sé satt og rétt og hvað það sem að skipti máli. Í Kastljós þættinum, þar sem að var vísað í gagn sem skýrslu, mátti þá ráða að það kæmi frá stjórnvaldi sem hefur sérfræðiþekkingu þetta tiltekna málefni, en svo var ekki. Vegna þess að fram hefur komið hjá viðkomandi stjórnvaldi, Verðlagsstofu skiptaverðs, að Excel-skjal var að ræða. þar sem var bara að vera að taka saman upplýsingar unnar og gagnagrunum Fiskistofu sem voru einfaldlega bara tölulegar upplýsingar. En þegar þú setur tölurnar fram eins og var gert í þessum Kastljósþátti með þeim hráa hætti sem gert var að mínu mati,
að það vart að gefa villandi mynd af málefninu og líka með hvaða hætti í raun og veru þú ert að vísa til sönnunargagnsins. Þú ert að gefa í skyn að gagn sem þú ert að vinna með sterkara sönnunargagn í raun og veru en tilefni til að ætla. Það rýrir trúverðuleika svona stofnunar sem byggir á trausti almennings að það séu einhver áhöld það hvaða gögn verið að fjalla í Kastljósþætti og sýnd blörruð í þættinum og gefið í skyn að það sé raun búið að dæma í máli og eða leggja endanlegt mat á einhver tiltekin mál. Ég veit ekki hverju ég var að svara með því hvað mér finnst svona vinnubrögð. Þetta auðvitað algjörlega fráleitt. Fréttamenn hafa gríðarlega mikið vald og ef þeir fara ekki betur með það vald sitt heldur en svo að þeir eru að búa til fréttir eins og ég sé þetta og raunverulega hrinda af stað atburðarás, svona alvarlegri atburðarás, og þá það bara mjög alvarlegur hlutur. Svar útvarpsstjóra við áskorun Samherja barst 19. ágúst. Þar segir: RÚV hefur ekki umrætt skjal í fórum sínu lengur. Kastljós vísaði ítrekað til skýrslu Verðlagsstofu skiptaverðs í þætti sínum. Eftir að þáttur Samherja var sýndur, sagði RÚV í yfirlýsingu að skýrslan væri til. Starfsfólk RÚV sagði þá að hefði verið að ræða 3 blaðsíðna skýrslu sem var undirrituð af forstjóra Verðlagsstofu. Verðlagsstofa segir að hafi verið að ræða óundirritað Excel-skjal án efnislegrar niðurstöðu. Skjalið finnst ekki hjá RÚV. Verðlagsstofa skiptaverðs segir í yfirlýsingunni að upplýsingarnar hafi verið í Excel-skjali en engin sérstök skýrsla hafi verið skrifuð eða efnislegt mat lagt á upplýsingarnar.